Hún bara ennþá föst í flöskunni. Við ætlum að gera smá tilraun og við ætlum að sýna ykkur hvað gerist við blauturkurnar í fráveitunni og hvernig þær fara í vatni á móti því hvernig klósettpappírinn fer. Og þetta var sem sagt ein tegund af blauturku og svo þetta bara venjulegu klósettpappír hérna og svo þetta önnur tegund af blauturku. Við ætlum að sýna ykkur aðeins hvað gerist þegar þær byrja ferðalagið sitt í fráveitunni og hvað breytist miðað við klósettpappírinn. Nú ég svona lík eftir ferðalaginu sem pappírinn og blauturkurnar fá alla þessa kílómetra hérna niður hreinsistöð og þið sjáu bara strax hvernig klósettpappírinn hann kominn í svona örþunnar svona einhverja eindir sem að svífa bara í vatninu en báða blauturkurnar eru bara ennþá eins og þegar ég setti þær onni. Skulum gefa þeim aðeins meiri séns. Sjá, nú prófum við aðra blauturkuna. Sjáum hvort við náum henni hérna úr. Hún bara ennþá föst í flöskunni. Og henni heldur ennþá alveg óbreyttum eiginleikum eins og þegar hún kom úr pakkanum. Og það ekki einu sem þetta að rífa hana. Jú, hana. En hún festist bara í trektinni, sko. Hérna kemur klósettpappírinn. Þetta bara blanda sem að rennur mjög auðveldlega gegnum trektina.